Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 28. september er 15. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og fyrir mig er þetta merkisdagur því 200. sunnudaginn í röð fer núna þátturinn heima með presti í loftið. Þema dagsins er eitt er nauðsynlegt. Í lexíunni birtist Guð Abraham í sýn. Sýndi honum stjörnur himins og sagði, svo margir skulu niðjar þínir verða. Í pistlinum erum við hvött til að standa stöðug í trúnni, varpa allri áhyggju á hann sem að ber umhyggju fyrir okkur. Og í Guðspjallinu segir Jesús að enginn geti þjónað tveim herrum. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er á Matteus í 7. kafla. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þið getið ekki þjónað Guði og mammon. Því segi ykkur verið ekki áhyggjufull líf ykkar, hvað þið eigi að eta eða drekka, né heldur líkama ykkar, hverju þið eigi að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið á fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir ykkar himneskur fæðir þá. Eru þið ekki miklu fremri þeim? Og hver ykkar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn, og því eru þið áhyggjufull klæðnað. Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi ykkur, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skríður svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða ykkur, þið trúlítil. Segið ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og ykkar himneski faðir veit að þið þarfnist alls þessa. En leitið fyrst hans ríkis og réttlætis, þá mun allt þetta veitast ykkur að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn hefur sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þema dagsins er eitt er nauðsynlegt. Þetta vers stendur skrifað undir altaristöflunni í Patreksfjarðarkirkju og myndin á henni sýnir Maríu sitja við fætur Jesú og Mörtu standa hjá. Já, Jesús sagði eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Þær höfðu boðið gestum heim og við skiljum Mörtu að vilja bera fram góðar veitingar. Meistarinn var í heimsókn og Jesús var örugglega ekki að finna að því. Það er líka göfugt verk að þjóna gestum, en af þessu tvennu var mikilvægara að taka við boðskapnum. Jesús sagði í Guðspjallinu að við getum ekki þjónað tveimur herrum, því að leið og við þjónum einum, þá afrækjum við hinn. Marta afrækti Jesú, lét veraldlega þjónustu ganga fyrir að vera í návist hans, þegar hann, nota bene, var á staðnum. Það var málið. Marta vanrækti sjálfa sig með því að setja veraldlega þjónustu við aðra fram fyrir andlega uppbyggingu fyrir sjálfa sig. Vissulega var hún að þjóna Jesú,
sem sagði að vísu að hann væri ekki kominn til að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Marta gerði þess vegna ekkert rangt, en Jesús metur andlega samveru okkar með honum meira en þjónustu. Það er mikilvægara að meðtaka boðskapinn en að ætla að reyna að réttlætast með góðum verkum. Og stundum þurfum við að læra að þiggja þjónustu og íhuga hvenær við erum að setja veraldlegar þarfir fram fyrir andlegar. Jesús sagði einmitt, verið ekki áhyggjufull líf ykkar, hvað þið eigi að eta eða drekka, né líkama ykkar hverju þið eigi að klæðast. Þetta er hægara sagt en gert. Líf okkar og velferð byggist á því að hafa í sig og á. Jesús var ekki að hvetja menn til að lifa í kæruleysi og bíða eftir því að þeim verði rétt þar sem þeir þurfa. Nei, merkingin er að treysta á forsjá Guðs, treysta á að hann sé með okkur og leiði allt á besta veg, að það rætist úr áætlunum okkar. Jesús hvetur okkur til að lifa í núinu, láta hverjum degi nægja sína þjáningu, því áhyggjur á morgundeginum ræna okkur deginum í dag. Textar dagsins eiga það sameiginlegt að fjalla áhyggjur. Abraham hafði áhyggjur af barnleysi sínu. Pistillinn hvetur okkur til að varpa áhyggjum okkar á Guð og í Guðspjallinu sagði Jesús, verið ekki áhyggjufull líf ykkar. Og Marta hafði áhyggjur af þjónustunni. Textarnir segja í raun að áhyggjur okkar snúist veraldlegt gengi og leið og það tekur hug okkar allan, afrækjum við Guð. Jesús er ekki að gera lítið úr áhyggjum okkar fyrir daglegu viðurværi og lífsins nauðsynjum. Hann sagði, ykkar himneski faðir veit að þið þarfnist alls þessa, en leitið fyrst hans ríkis og réttlætis, því að þá mun ykkur veita þetta að auki. Hafið þið ekki áhyggjur af morgundeginum? Morgundagurinn er hér í merkingunni framtíðin. Ef við erum stanslaust með áhyggjur af framtíðinni, þá njótum við ekki dagsins í dag. Við vitum að það er einfaldara að tala, hugsa og ætla en að lifa sjálfur í ótryggum aðstæðum. Áhyggjur eiga til að læðast aftan að okkur og það er erfitt fyrir einstaklinga að lifa í óöryggi næstu máltíð, næsta svefnstað eða framtíðina og það er enn erfiðara fyrir fjölskyldu. Eitt nauðsynlegt þemað í dag og okkur ráðlagt í hvaða aðstæðum sem við erum, að það besta sem við gerum sé að leggja þetta allt fyrir Guð. Svo spurningin varðar traust og nægjusemi okkar að einhverju leyti, því að hvenær eigum við nóg eða erum við sífellt að vinna að einhverju meiru. Guð ætlaði okkur áhyggjulaust líf þegar hann skapaði okkur og gaf okkur allt til alls, en þegar á reyndi hjá hans fólki lét hann vita að hann stæði með þeim. Og við Jesaja sagði hann, óttast eigi því að ég er með þér, vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Þessi orð getum við öll tekið til okkar. Öll höfum við áhyggjur af einhverju, en segjum að það sé mannlegt. En okkur er sagt að það sé vænlegra að varpa áhyggjum okkar á Drottinn. Því eitt nauðsynlegt, það er að leggja traust á forsjá hans. Hans sem að sagði hann myndi vera með okkur alla daga allt til enda veraldar. Treystum því
að hann muni fullkomna okkur, styrkja og gera okkur öflug í anda og sannleika. Eins og segir í Sálmi 37, treystum Drottni, njótum gleði í Drottni og felum Drottni vegu okkar og treystum að hann muni vel fyrir sjá. Á flestum blaðsíðum Biblíunnar finnum við loforð Guðs að hann sé með þeim sem ákalla hann. Og í pistlinu skrifaði Pétur, Guð sem veitir alla náð mun sjálfur styrkja og gera ykkur öflug. Og til að sýna Abraham að hann héldi loforð sitt, þá leiddi Guð Abraham út og sagði honum að telja stjörnurnar ef hann gæti, svo margir yrðu niðjar hans. Já, við getum verið vissum að Guð heldur þau loforð sem hann hefur gefið, orð hans standa stöðug. Abraham trúði Guði og það var reiknað honum til réttlætis. Óttast þú eigi trú þú aðeins, sagði Jesús einmitt. Ef við höfum einlæga trú á að allt muni fara á besta veg, þá mun svo fara. Varpið allri áhyggju á hann, skrifaði Pétur, því hann ber umhyggju fyrir okkur, því að hans er mátturinn aldir alda. Já, þema dagsins er eitt er nauðsynlegt. Oft vitum við hvað er nauðsynlegt að gera, en gerum það samt ekki. Við vitum hvað er hollast fyrir okkur, en gerum það samt ekki. Og oftast af öllu þá vanrækjum við sálina. Við þurfum að leita Guðs af öllu hjarta og allri sálu, því að Guð er miskunnsamur og bregst okkur ekki. Hann heldur loforð sín og sína sáttmála, og sáttmálinn sem Jesús kom með er í fullu gildi. Ef þú játar með munni þínum Jesús er Drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, þá verður þú hólpinn. Postularnir reyndu á eigin skinni að það að játa og trúa þrátt fyrir allt mótlæti, það getur tekið á. Þeir fundu fyrir því líkamlega, hlutu barsmíðar, voru fangelsaðir og flestir teknir af lífi. Í dag finnum við fremur fyrir þessu andlega, því allt mótlæti og áhyggjur leggjast á sálina. Sálin þarf á þeirri uppörfun að halda sem trúin veitir. Þess vegna er svo nauðsynlegt að setjast við fætur Jesú og hlusta á boðskapinn eins og María gerði. Gefa Guði tíma í amstri dagsins, næra sálina. Fyrir trú getum við sigrast á aðstæðum og komist í gegnum erfiðleika sem virðast óyfirstíganlegir. Því Guð gefur okkur það sem við þurfum til að komast í gegnum lífið. Hann leiðir okkur í gegnum þá tíma sem eru erfiðir, huggar, styður og styrkir. Trúfesti er langt dýrmætari en gull, skrifaði Pétur í fyrra bréfi sínu, því að trúfesti er það sem gerir okkur að börnum hans. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn látið sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, amen.